Framhaldsskólinn á Laugum var stofnaður árið 1925. Hér heimavist og í dag námið með heldur óhefðbundum hætti. Skólameistarinn Sigurbjörn Árni var sjálfur nemandi í skólanum á sínum tíma. Þetta svolítið öðruvísi að vera nemandi í heimavistarskóla heldur en í venjulegum skóla þar sem þú fer bara heim til þín eftir skóla. Já, þú ert náttúrulega innan eins og hér, þá eru 8, 10 og 5 eða 7 á heimavistin hjá mér og þá náttúrulega býrðu með þetta mörgum öðrum ungmennum og það náttúrulega alltaf eitthvað í gangi. Og það náttúrulega svo ofboðslega gaman, það verður svo mikil, það alltaf eitthvað að gera, það verður svo mikil dýnamík og raunverulega, hvað sé maður, sköpun. Mönnum dettur í hug að gera allan fjandann og sumir náttúrulega láta það eftir sér að gera allan fjandann og það getur orðið vesinn en semst já, þetta bara ofboðslega gaman. Þú finnur strax á fyrstu vikunni hvort þetta fyrir þig. Það ekki allir sem þola að vera í svona miklu návígi en þeir sem koma hingað, þeim held ég líkar öllum vel og meira að segja fullt af mönnum sem voru með mér í skóla sem útskrifuðust ekkert frá Laugum af því að þetta var 2 ára skóli og svo framvegis. Að þeir líta á sig sem Laugamenn. Staðurinn, þetta svona lítill kósí staður, hann nær tökum á þér. Þú kynnist kannski samnemendum þínum aðeins öðruvísi? Já, kynnist þeim mjög þétt og það eru auðvitað krakkar sem þú munt ekki þola, bara eins og annar staðar og aðrir sem verða bestur en þú eignast raunverulega mörguleyti vini fyrir svona lífstíð og það mjög sterk hefð þegar við erum að útskrifa, við erum að fá hér náttúrulega að því að þetta náttúrulega ekki löng stúdentseð, ég fyrsti stúdentinn og svo ungur ennþá, en sem sagt 50 ára, 60 ára, 70 ára gagnfræðingar að koma og þeir koma hérna og hittast og það ofboðslega sterkt tengsl og sterkt svona, sem sagt hópurinn heldur mjög þétt saman. Hvernig að vera í framhaldsskólanum á Laugum? Mér finnst bara æðislegt sko. Já, ég mjög glöð að ég kom hingað sko. Bara mjög skemmtilegt sko. Þú kemur alla leið frá Reykjavík, hvernig dattir í hug að koma hingað? Það svolítið að því ég svona ættaður hérna á nokkra vini hérna. Langaði svona að breyta umhverfi, fara norður og vera heimavist. Og hvað fannst vinum þínum fyrir sunnan það? Fannst þú ekkert vera svolítið klikkaður? Já, svona, það fannst það smá skrítið en þeim fannst það samt bara flott sem að breyta til. Þeim langar öllum svolítið að vera á svona heimavist sko. Það ákveðin stemming í því sko. Það svo auðvelt að kynnast öllum, en þetta bara eins og, ég veit ekki hvað, stór fjölskylda eða eitthvað sko. Það svo auðvelt að kynnast öllum í það. Segðu mér aðeins svona frá því sem í boði hérna. Hvaða námsleiðir eru? Sko við erum með náttúrulega hefðbundið stúdentspróf á sem sagt 3 brautum, náttúrufræði, félagsfræði og íþróttabraut því við erum okkar eigið íþróttahús og eigin íþróttaaðstöðu. Svo erum við með kjörsviðsbraut sem svona ákveðin opin braut og þá getur raunverulega sett saman þetta eigið stúdentspróf. Tekur þann ákveðin kjarna sem þú þarft að taka og sumt að þessu kannski getur þú tekið allt kjörsviði hér og kannski getur þú tekið hlutaði og kannski þarft að fara annað og taka það. Ég til dæmis næsta vor að útskrifa strák með stúdent í hljóðupptöku þar sem hann var hjá okkur í 2,5 ár og fór svo í hljóðupptökuskóla því hann hefur áhuga á að gera hljóð í bíómyndum og tónlist og svoleiðis. Og þegar svo kemur hann bara tilbaka í vor og leggur inn það próf og þá fær það sem kjörsvið. Ég búinn að útskrifa fólk með stúdent í kvikmyndagerð, tónlist, leiklist, söng, búfræði, hússtjórn, stálsmíði, rafvirkjun, bara það eiginlega bara alveg ótrúlegustu hlutir sem fólk getur sérhæft sig í. Við erum mjög náin við kennara og eins og í svona stærri skólum. Þá eru nemendur oft bara einhverjar svona tölur en hér þau vita alveg hvað við heitum og já, það er mjög náin samskipti og bara allt, já. Já, þau vita alveg bara nákvæmlega hvað í gangi hjá okkur alltaf sko. Já. Þau vita allt bara. Óþægilega mikið kannski? Já. Námið mjög einstaklingsmiðað vegna þess að við byggjum upp okkur samfelluskóladegi, byrjum 10:00–9:00 sem svona seinna en aðrir skólar og við erum búin að gera það síðan 2007 og til líkamsklukku unglingana. Við endum 3:30 og það samfellu skóladagur, það engar eyður. Þú færð vinnuborð, skrifborð og þar mætir þú og vinnur bara svolítið eins og í vinnu. Þannig að við erum með raunverulega 2 fagtíma í fagi og viku fast. Þar erum við þar sem við erum að kenna ensku og svoleiðis. En hina 4 tímana sem aðrir skólar eru með, þá eru þau að vinna verkefnum á vinnuborðinu sínu og fá hjálp hjá kennaranum þegar þau þurfa hjálpina. Þannig að hver vinnur á sínu hraða og fær hjálp þegar hann þarf hana. Í hverri viku eru svokallaðir hóptímar þar sem kennarar og nemendur geta eytt tímanum í það sem hentar best.
Þarna skipuleggja þau sig, þau byrjum hóptímann standandi fundi og ég spyr Rakel hvað ætlar að gera og þú segir já ég að hugsa að læra ensku í fyrri partinum og stærðfræði í seinni partinum og ég segi vantar því hjálp. Þú segir já mér vantar hjálp í enskunni og þá það merkt og svo kemur einhver til þess sem getur hjálpað í ensku og segir ok Rakel hvað máli, hvað vart í vandræðum með og svo framvegis. Þannig að náum að nýta tíma nemendanna og kennarana miklu betur. Hvernig námið? Það svolítið svona sérstök uppsetning á náminu hérna. Þetta ekki alveg beint hefðbundið. Hvernig finnst ykkur það? Mér finnst það mjög þægilegt, líka eins og það ekki lokapróf. Þetta heitir sem CMAT-kerfi og mér finnst það miklu þægilegra sko, það henta mér miklu betur að vinna bara jafnt og þétt yfir alla önnina í staðinn fyrir að vinna kannski að nokkru litlu verkefnum sem gilda svo ekki neitt og fara svo í eitt próf sem henta mér bara ekki yfir höfuð. Já, mér finnst þægilegt það eru svona hóptímar og námstímar sem svona öðruvísi. Þá ertu bara í sameiginlegu rými með kennara. Og við eigum öll okkar sér vinnuborð og þar eru við í hóptíma og námstíma. Þannig að þið í rauninni fáið að bera svolítið ábyrgð á ykkar námi sjálf. Já. Þá það ekkert mál. Maður lærir bara svolítið að vera ábyrgur með svona kerfi og það mjög þægilegt sko. Já. Verður maður ekki bara svolítið svona maður er stoltur af sér að gera þetta sjálfur? Jú. Maður svona fullorðnar svolítið. Eru krakkarnir hræddir við þig? Ég held ekki. Sko, ég náttúrulega pínulítill og með svona tenorrödd þannig að þegar ég fer að æsa mig og svona það þýðir ég æsi mig, ég öskra ekki á fólk og stundum hringir foreldri mig, getur ekki tekið hann Kalla og ég segi ég tek, það ekki minn stíll. Ég reyna að fá fólk til að skilja hvaðan ég að koma og skilja, ég held nei, þau sé ekki hrædd við mig. Ég held þau séu oft kannski leiðar yfir ef þau valdi mér vonbrigðum. Þú varst hérna sjálfur sem nemandi, það ekki? Jú, ég kom hérna 88, þannig að ég var hér 3 vetur sem formaður nemendafélags og í elsta hópi. Sköpuðum ýmsar hefðir sem ég þurfti svo sem skólameistari að taka niður, það kom vel á vondan. Já, hver munurinn á því að vera nemandi og skólameistari hér? Já, ég vinnudagurinn svo sem lengri sem skólameistari og þú verður stundum að stoppa fíflagang eða vitleysi eða eitthvað sem þú hefur pottið tekið þátt í sjálfur og verið fyrsti maðurinn og sem þér kannski finnst allt í lagi. Persónan Sigurbjörn Árni ekkert alltaf sammála skólameistarinn Sigurbjörni Árna.